gott fólk, hefur ekki að tíu okkur hérna bara inn í salin og fara að byrja þetta. Við erum öll hjartalega velkomin hérna á hennan svona kynningafund Olís og grilldeildarinnar og í rauninni bara svona upphæðið á tímabilinu okkar. Ég veit allan að ég og allir sem ég er að vinna með inn í HSI erum ótrúlega spennt fyrir tímabilinu. Komum vonandi bara öll vel undan sumri. Við þekkjum alveg hvernig þetta er, við vitum að þetta klárast á vori, við æfum inn í sumarið, svo fer sumar að stað og auðvitað er handboltaflegi ferð, sérstaklega kannski hjá yngri landsliðunum okkar, þeir sem að tengjast félagunum þar. Svo erum við að byrja aftur í ágúst og það er búið að vera gaman að sjá, það er fullt af æfingamótum búin að vera, fullt af æfingaleikjum og spennan er bara svona dálítið að magnast. Eitt af það sem við höfum verið að gera núna undanförnum misserum með HSI er svona bara dálítið að opna samtalið og við erum búin að vera að fjölga fundum. Við erum búin að halda fund með framkvæmdastjórum og formunum, við erum búin að halda fund með markaðsnefndum, við erum búin að halda fund með afreiksráðinu okkar og þjálfurum og munum halda áfram þessari fundaröð áfram alveg í gegnum þetta ár til þess að svona bara eins og segja bara auka samtalið til þess að gera þetta allt ennþá betra hjá okkur. Ég er spenntur fyrir tímabilinu. Ég er líka búin að vera að grúska í sumarið tölfræði og ég fór svona aðeins að velta fyrir mig bara áhorfa á íslenskan handknattleik og það kom mér kannski ekki óvart, en samt svona óvart að átta mig bara á því hvað er mikið hort á handbolta. Og þegar við förum að skoða bara eins og í handboltapassunum okkar, þar sem við erum með 4.000 áhorfendur, sem eru það væntanlega kannski 16.000 einstaklingar inn á heimilu sem eru að horfa á þetta, að þá er alveg ótrúlega mikið áhorfa handbolta þar og ekki bara á meistaraflokkana, heldur líka bara yngri flokkana. Svo er það líka þegar við fengum tölur frá símanum og fórum að átta okkur áhorfun úrslitakeppninni. Áhorfið í úrslitakeppninni var gríðarlega gott. Svo ekki sé síðan tala kannski um landsliðinu okkar, stelpunar í desember, og 70% áhorf hjá þjóðinni allri í uppsöfnuðu tölum í janúar þegar strákarnir eru að spila. Þetta eru svona bara hlutir sem skipta okkur máli, þetta eru hlutir sem við verum að tala um og við verum að tala upp. Það er mikið fylgst með okkur og það er svona ekki bara fyrir okkur, það er bara fullt af fólki hérna úti sem er gríðarlega spennt fyrir að fara inn í tímabilið. Við sjáum þetta líka á samfélagsmiðlunum okkar og þegar Daniel Frans okkar tók saman þær tölur og þá erum við að skoða áhorf ekki í þúsundum, ekki í tugum þúsunda, 100.000, við erum að tala í milljónum áhorfa. 90 milljón áhorf á íslenskan handbolta á síðasta ári. Svo er sérstaklega gaman að vera henni í dag að hefja tímabilið, vel að við vitum það líka að þegar svona stór hreyfing og svona stór, bara eins og handboltafjölskylda við erum, að við getum ekki gert þetta einn og við reiðum okkur á stuðningsaðila. Þess vegna er ótrúlega gaman að segja frá því í dag að þá ætlum við undirrita hérna til þess að byrja með 2 stóra samninga. Annars erum við að gera hérna 3 ára samningu okkar langstærsta stuðningsaðili í íslenskum handknattleik Olís sem að verða með okkur þá næstu 3 árin og svo varðandi í CCP Powerade sem alltaf er að styrkja bikarkeppnina okkar sem verða með okkur næstu 5 árin. Þetta eru langir samningar og þetta eru samningar sem gera okkur kleift í að halda áfram og hafa bara svona ákveðin áreiðanleika í því starfi sem við erum að fara að gera. Olís, eins og ég sagði, hefur reynst okkur vel og þegar við vorum að semja núna að þá var mjög ánægilegt hvernig forsvarsmenn þeirra stigu fram og sögðu við viljum ekki bara styrkja sambandi, við viljum líka bara að fara að hugsa um leikmenn og starfslið deildanna. Þannig að eina nýjungur við samningu Olís í ár er að þegar tímabilið fer á stað að þá fá allir leikmenn og all starfsfólk sem er í Olís og grilldeildinni fá komast inn í appi þeirra og fá sérstök kjör til þess að handboltafólki okkar njóti betri kjara. Það er líka sérstaklega gaman eins og með CCP sem hafa stigið hart fram í því að vilja aðstoða okkur og bæði fyrirtækinu þannig ekkert endilega aðstoða okkur bara fjárhagslega, heldur líka bara í að stíga inn í markaðsstarfið okkar og svona bara tengja saman. Þannig að eitt af því sem við ætlum líka að gera í vetur og komandi misserum er að fara að tengja saman þessum stóru sponsora og saman að nýta kannski þeirra hæfileika og hæfni og reynslu í að markaðssetja handboltan okkar. Ég ætla að láta þetta hafa þetta frekar stutt hjá mér í dag. Við ætlum að hafa þetta þannig að þegar ég lýk máli mínu núna, eftir nokkra sekúndur, þá ætlum ég að byrja að rölta hana yfir til hennar Ingunnar og undirrita samningin við Olís. Þegar því loknu ætlum ég að rölta hana yfir til Alla og undirrita samningin við CCP. Og þegar að því er lokið þá tekur okkar besti Jóhann Alfreð, svona hirðfundarmaður HSI, sá sem fann að sjá blaðamannafundinu okkar og svona okkar stærri íveit og við erum ótrúlega honum þakklátt fyrir að gera það. Þannig ég vind mig bara í þetta og svo tekur Jóhann Alfreð við. Takk fyrir mig.
Heyriði, hvað segið þið? Ég ekki að gefa báðum þessum frábæru styrktaraðilum aftur gott klapp. Það bara frábært að geta byrjað á þessum nótum. Heyriði, takk öll fyrir að koma og bara góð mæting. Að sjálfsögðu Atli og Kóa búið að græja hérna drykki og það eru líka veitingar fyrir ykkur hérna aftast ef þið viljið. Ótrúlega bara gaman að þetta sé alltaf byrja. Það stór dagur í dag. Við erum bara að fara í meistarana og þetta verður alveg stemning. Daniel Frans hérna með mér, við erum með smá glærur fyrir ykkur og við ætlum aðeins að bara fara líka yfir spána auðvitað. Við ætlum að fara yfir spána í báðum deildum, karla og kvenna. Og það svona alvöru einhvern veginn bragur á því alltaf þegar maður sé fréttir af spánni. Þetta bara jafn klassískt og bara skólatösku myndirnar á krökkunum sko, að fá spána beint í æð og ég veit að fólk spennt að heyra. Svo ætlum við líka aðeins að tala handboltapassan og hvernig uppleggið verður með hann í vetur. Og já, og svo ætlum við að fá að spjalla svona aðeins við einhverja forráðamenn liðana. En við ætlum að byrja aðeins að því að tala þennan dag. Við erum auðvitað hérna á Hlíðarenda af því að meistarakeppnin fer fram hér á eftir. Og það eru systkina liðin, Valur og Haukar, sem að mætast í báðum leikjum. Sjáðu þetta! Vá! Hér erum við með gírandi vídeó fyrir ykkur. Þvílík markvarsla! Gjörsamlega búin að kveikja í stúkunni! Þetta er upp í skotið! Einmitt. Ef ekki að klappa fyrir þessu. Þetta nefnilega verður fyrsta útsendingin á live. Ég ætla nú bara svona rétt að því við byrjum klukkan 6. Þá mætast Valur og Haukar í meistarakeppni kvenna. Og já, hvað segja valsarar? Hvernig líst ykkur á fyrsta leik tímabilsins? Bara mjög spennt að sjá hvernig það fer í kvöld. Ertu kátt að þetta sé að byrja loksins? Já, bara loksins. Það mjög mikið tilefni. Bara rosa vel og eins og allir segja, bara gaman að byrja þetta og fá svona hörku leik bara réttur á móti, bara frábært. Ég var aðeins að nefna að þú veist hvaða máli skiptir þessi leikur, hvað er verið að setja upp í svona leik? Ég meina að það vil allir vinna og allt það en er þetta svona bara skemmtilegur upptaktur fyrir mótið eða það verður hart barist? Já, titill í húfi og auðvitað bara vilja allir vinna hann og þegar við félaginni mætumst þá viljum við alltaf vinna hvern annan, þannig að það verður allt undir í kvöld. Það er alveg reynsla hérna, ég hoppa aðeins hérna yfir til Gústa, hvað segir þú, hvernig líst þér á tímabilið í vetur? Líst bara vel á það, bara spenntir að byrja. Og hvernig svona, já, hvernig horfður þú á hana leik, þú veist, svona leikur, meistarakeppnin, er þetta hérna mjög mikilvægur leikur fyrir ykkur, svona síðasti leikur fyrir mót? Nei, við komum bara mjög afslapað til leik, sko, ég kem með ölliðið mitt og Nei, við komum bara fullum kraft í þetta er þetta bara loka æfingaleikurinn og svona, í bara flottir umgjörð og slíkt, þannig að við komum á fullum krafti og reynum bara að ná í alveg framstöðu og þetta viljum bara reyna að ná í sigur. Einmitt, hvað segir þið strákar, hvernig líst ykkur á leikinn og bara mótið í vetur? Bara spenntir sko, spenntir að byrja. Hvað segir þú? Ætlið að reyna að verja bikarinn ykkar? Já, reynum að það ekki alltaf, þú veist, þessi topplið, þau stefna bara á alla titla, þannig að samkeppnin er hörð og við allan ætlum að reyna okkur allra besta. Herru, þetta verður algjör veisla, við skulum bara klappa fyrir þessu. Takk fyrir að kíkja hérna í Ólís horni, við fáum kannski smá viðbrögð líka á eftir að við heyrum spána sem að fyrirliðarnir og þjálfararnir gá okkur. En já, við ætlum að byrja á spánni og við byrjum í grillinu, ástríðinni og það auðvitað verður smá breytingar vegna þess að
Já, Selfoss, það gerist bara í gæra að Selfoss sem sé mun spila í Ólís-deild og Víkingstelpurnar verða í grilldeildinni. Þannig að það raun og veru bara 7 og 9 lið í Spánni. En ef við ekki bara, Daniel, ef við ekki bara rúlla yfir Spána fyrir grilldeildina. Og hérna sjáum við Gróttu 2 sem spáð 7. sæti. Fram 2, 7. sæti. Það eru Fjölnisstelpurnar 5. sæti. HK 2, 4. sæti. Valur 2, 3. sæti. Afturelding, 2. sæti. Og þá getum við gefið okkur að það FH sem spáð 1. sæti í grilldeildinni. Við ekki að gefa þessu gott klapp. Svona nokkuð örugglega getum við sagt. En ef við þá ekki bara færa okkur yfir í grill 66 deild karla og þetta spá frá ykkur. Og hún lítur svona út. Það Víðir í 12. Víkingur 2, 11. HK 2, 10. Hvíti Riddarinn, 9. Selfoss 2, 8. Fram 2, 7. Haukar 2, 7. Hörður 5. Valur 2, 4. Það eru Fjölnir í 3. Grótta í 2. Og það gamla stórveldið ÍR sem spáð þráðbent upp úr grilldeild karla. Ef ekki að klappa fyrir því. Já, svona nokkuð öruggt getum við sagt, en þó. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta allt saman spilast. En við ætlum aðeins á þessum tímapunkti að tala sem sé veturinn sem framundan hjá okkur vegna þess að handboltapassin, hann að færast yfir á Lævi og það sem sé búið að gera samkomulag á milli Lævi og HSÍ að Lævi að taka yfir útsendingarnar og ætlar að vera með handboltapassan á sínum snærum. Nú, þetta verður óbreytt eins og verið hefur, þar að segja að það hægt að fá passan á 2.490 krónur á mánuði og þá eru þið með allan hennan íslenska handbolta. En svo eru þetta Lævi með sinn íþróttapakka og handboltapassin undir þeim pakka og ég mælu með því að fólk bara hendi sér í þann pakka því að þá fáið þið líka meistaradeildina í handbolta, þið fáið Evrópudeildina í handbolta. Þar eru þetta Valur og FH að fara að spila og ég veit að Lævi eru meira að hugsa að koma inn með ennþá meiri handbolta. Eru með þýska bikarinn, það ekki? Og þannig að það verður nóg að handbolta á Lævi í vetur. Nú kannski aðeins bara hvernig þetta verður. Þetta verður svona með ekkert ósvipuðu sniði en núna mun Lævi sjá alla framleiðsluna og það verður öllum leikjum Ólís-deildanna, þeim verður streymt og Lævi að fara að sjá myndavélarnar, spídíóvélarnar sem við þekkjum og vera með myndavélakerfið á sínum snærum og eru bara að fara yfir það alls saman núna og þetta verður í algjöru toppklassa og svo verður alltaf ein stór útsending í hverju einustu viku. Það svona leikur umferðarinnar, þar sem við erum með góða upphitun og við erum með sérfræðinga og viðtöl og allt þetta og það verður skipt á milli kalla og kvenna deildana. Þannig að það alltaf einn leikur á viku og það róterast á milli deildana. Og þessi leikur fer alltaf fram klukkan 6 á sunnudegi. Þannig að það verður svona slottið, þar sem við erum með þessa stóru útsendingu. Nú, svo verður þetta meira í gangi í tengslum við handboltan á Lævi. Ætlum við ekki að tala handboltahöllina, það ekki? Já, ef við ekki að gera það. Jú, herri, við erum ekki hægt að kvitta undir pappíra. Hún Solveig, framkvæmdastjóri, hún mætt hérna. Og hann Guðjón frá Lævi, ekki satt, og þau ætla bara
rita undir samkomulag það að Lævi orðið heimili handboltans og handboltapassans og Ólís deildana. Já. Glæsilegt. Við erum bara mjög spennt fyrir þessu og við vitum að það mikill metnaður hjá Lævi og þetta verður bara ótrúlega spennandi vetur og við höfum örugglega eftir að sjá einhverja nýjungar og þetta verður bara frábær vetur. Það auðvitað handboltahöllin, kannski aðeins bara þann þátt, hann verður bara bætt ennþá meira í. Hann verður alltaf eftir þennan leik umferðarna 7:30 á sunnudagskvöldum. Þá farið yfir alla leiki, liðina viku. Það verður líka farið og tæft á landsliðsmálunum. Við ætlum að sjálfsögðu að tala Evrópuleikina og svo verður svona bak við tjöldin efni líka. Með svona skemmtilegum innslögum, þannig að þetta eitthvað sem engin handbolta aðdáandi má láta framhjá sér fara. Alltaf eftir þennan leik umferðarinnar. Og hér síðan fólkið sem verður svona í framlínunni, í handboltahöllinni. Það bara Höddi Magg, hann ætlar að vera svona yfirstjórnandi, þáttastjórnandi. Og svo sjáum við hérna sérfræðingalistan sem verður með Hödda að fara yfir þetta allt saman og greina og skýra og koma með pælingar. Ásbjörn, Einar Ingi, Hildigunnur, Hrafnhildur Skúla, Rakel Dögg og Vignir Stefáns. Þannig að þetta verður ótrúlega flott prógram. Og svo verður hann Daniel Frans hérna, hann ætlar að vera svona, hann ætlar að vera á vappinu. Hann á örugglega eftir að kíkja eitthvað á ykkur í vetur inn á æfingar eða hvernig sem og vera með eitthvað gott sprell. Þannig að þetta verður mjög gaman að fylgjast með þessu, ekki spurning. Og bekkurinn gjörsamlega trillist á hliðarlínunni. Sjáið þið þetta? Vá! Þvílík markvarsla. Gjörsamlega búin að kveikja í stúkunni. Og lyftir sér upp í skotið. Já, heyriði, þá komið að þessu. Fyrirliðar og þjálfarar fengu sér þetta verkefni að spá fyrir hvernig þið teljið að mótin munu spilast í vetur og við ætlum að henda okkur í Ólís-deild kvenna. Eins og ég segi, það eru 9 félög í spánni út af þessum hrókeringum sem urðu bara núna. En ef við þá ekki bara byrja á 9. sætinu með 78 stig, það er HK. HK, það er Stjarnan, 85 stig, það er Grótta, 95 stig, KA Þór, 109 stig, IR, 131 stig, Fram, 173 stig, Valur, 201 stig, Haukar, 220 stig og þá getum við gefið okkur að það er IBVF sem spáð er efsta sæti í Ólís-deild kvenna. Og hann Daniel klár hérna, við ætlum að fá smá viðbrögð úr Eyjum. Hann ekki eitthvað pínu... Er hann ekki góður núna? Hann góður núna. Takk fyrir það. Við erum komið Magnús Stefánsson og Söndur Erlings, þjálfari og fyrirliði IBVF. Segðu mér bara fyrstu viðbrögðin eftir þessa spámaki. Þetta kannski kemur okkur ekkert sérstaklega óvart og bara fögnum því að
vera spáð eftirsætinu og svo sem bara svipa kröfur og við gerum á okkur sjálfar. Þannig að þetta bara, það allt á pari. Mikla kröfur sem setur á þig. Þeir eru komin með Andreu Jakobsen úr atvinnumennsku og eru með sterkt lið, ungt og sterkt lið, reynslu mikið lið líka í Söndru og þeim kröfurnar. Hvaða kröfur eru það að setja á okkur? Já, bara þessar sem eru upp á töflu sko í rauninni. Það er ekkit leyndamál. Við erum með frábæra leikmenn og reynslu mikla og viljum vera þarna. Annars værum við ekki að safna okkur eins og leikmönnum og þannig að við náttúrulega bara stefnum hátt og erum spáð það sem við viljum vera. Sandra, hvað getur þú sagt okkur um hópinn ykkar? Bara svona örstutt. Þetta í fyrsta lagi bara frábær hópur. Við erum með alls konar leikmenn á mismunandi aldri. Ótrúlega mikið að synga vel og alla tilbúnar að gefa mikið af sér og æfa vel og bara búið að vera frábært. Vertíðin loksins að fara í gang. Þið fóruð í úrslitadeginum við fyrra. Það væntanlega gefur ykkur ennþá meira að vilja klára þetta. Já, klárlega. Bara mjög skemmtilegt að fara í það í fyrra en maður vill alltaf meira og við erum búin að vera að vinna vel í sumar og æfa vel og erum bara ótrúlega spennta fyrir tímabilinu að byrja. Takk fyrir það. Ef við ekki að gefa Magga og Söndru gott klapp og svo sendi ég boltan yfir á Jóa. Takk fyrir þetta. Heyrði, þá færum okkur yfir í Ólísdeild karla og þetta ykkar spá fyrir tímabilið sem framöndan og við skulum bara rúlla þessu á stað. 12. sæti, það eru Selfyssingar, 56 stig, svo það Stjarnan, 79 stig, Víkingar í 10. með 90 stig, HK í 9. 112 stig, Þór í 8. 133, IBVF í 7. 193 stig, Afturelding, 7. sæti, 227 stig, Framarar, 5. sæti, 248, rétt á undan KA, 249 stig í 4. sæti, þá F-háingar í 3. sæti, 315 stig, Valsarar í 2. sæti, 333 stig og þá veitum við að það eru Haukar sem samkvæmt ykkur spáð efsta sæti í Ólísdeild karla í vetur, 341 stig. Ef ekki að gefa Spánni gott klapp. Þeir eru mættir aftur. Það nokkuð mjótt á munum, sjáum við. Held ég, við erum mættið með Gunna og Össur. Gunni, spáin, bjóstu við þessu? Já, alveg eins. Við allan við erum í þessum toppslag alveg og lýst bara vel á þetta og svona líka sér bara spána. Deildin verður jöfn og þetta eru mörg og Já, og við ætlum bara að berjast alla titla sem í boði og auðvitað reyna að vinna eitthvað aðeim og brutum aðeins ísinni í fyrra, fyrsti titillinn í töluverðan tíma, allan að með sögu Hauka á þessari öld og það bara vonandi hjálpar okkur í vetur. Þú segir að þessi þrjúlið í toppbúlíinu, en hvernig horfur á deildina almennt? Er hún sterkari? Er hún ekki bara sterkari í ár en hún heldur verið síðust ár? Já, bara svipuð og við missum alltaf ykkur menn út og ungu menn verður ennþá betri og deildin verður bara svipuð styrkleika á fyrra og ég var bara vona að verði mjög jöfn og skemmtileg. Mikið hörkuleiki og bara nýtt kerfi líka verður spennandi að fara ekki það og þannig að þetta verður spennandi vetur. Össur, þið missið marga reynslu menn, Adam og Brynjólfur hætta, en að fá einn nýja leikmenn. Hvernig eru þeir að koma inn í hópinn ykkar? Bara mjög vel. Fyrst og fremst toppmenn, en hann alltaf, við sem akkur í kvæðum hjá Hirti, gamall Haukari og fleira, en Siggi náttúrulega bara geggjur týpa, algjör vinnuhundur og fitta mjög vel inn í hópinn, bæði handboltalega séð og bara svona frábær einstaklingur líka.
Hvernig að horfa á þessar nýju breytingar í Ólisteildinni? Nú við spiluð tvöföldum fyrir og svo skiptum við úrslitakeppninni í tvo riðla. Hvernig horfum við á það? Þið spenntir fyrir því? Já, ég spenntur en ég ætla að vera alveg hreinskilinn. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta virkar en það verður bara komið ljós en ég held að þetta eigi eftir að henda okkur bara rosalega vel. Þetta virkar annar staðar þannig að af hverju ætti þetta ekki að virka hérna. Nákvæmlega, takk fyrir það Gunni Össur. Já, Ólisteildin byrjar í næstu viku og við erum í meistarakeppninni í dag. Ég ætla bara að leyfa Jóa að klára þetta. Herðu, geggjað, þetta góð klapp hérna, þetta hárlega spennandi. Herðu, já, þannig að bara svona til að draga þetta saman, það bara rosalega spennandi vetur framundan og eins og þið heyrið, það verða smá breytingar á fyrirkomulaginu. Það þurfa náttúrulega allir að ná sér í handboltabassan á lævi og ég líka bara, já, þið ykkar sem eru komin hérna frá fjölmiðlunum, þið þetta bara notið tækifærið og spjallið við það fólk sem þið viljið sem mætt hérna. Endilega stöldrum bara aðeins við og spjöllum og náum okkur í eitt Powerade. Þetta eiginlega bara frábært. Við erum með bensínið á bílinn hérna og svo það Poweradeið sem bara bensínið fyrir okkur. Ég er bara nóg fyrir að hugsa að fara í ræktina og fá ég krampa, þannig að ég bara elska bláan Powerade, þetta bara geðveikt. Þannig að fáu ykkur endilega í gogginn og bara njótum þess sem framöndan og svo eru bara 2 frábæri leikir í kvöld, endilega mæta eða fylgjast með á lævi. En bara takk fyrir okkur og við hlökkum til vetrarins, þetta verður ótrúlega gaman. Takk! Ég vildi bara segja takk fyrir allar þessar minningar sem ég mun aldrei gleyma. Ef ég ætti eina ós myndi ég dansa fram á rauða nótt. Þetta kvöld rétt að byrja. Þetta kvöld rétt að byrja. Take it away, Swiss. Þetta kvöld rétt að byrja. The Whammy, Westman Island. Ég vildi bara segja takk fyrir allar þessar minningar. Sem ég mun aldrei gleyma. Yes! Og ef ég ætti eina ósk myndum dansa fram á rauða nótt. Þetta kvöld rétt að byrja. God damn it, Stoney, come on! Damn, klukkan 7. Síðastur úr dalum, annað kvöldið í röð. Getur einhver skutla mér og pizza 67? Því að ég verð aldrei þunnur eins og pabbi hans blöð. Aldrei! 10.000 tímar ég með masterskráð í eyjunni. Fer ekki á kamrana, ég sit í brekkunni á bleiunni. Með batterið og símanum einhver tíma búið. Þið þekkir regluna, þá það hittingur á brúnni. Þetta kvöld von og ég í mint condition. Og veist að June alltaf til í eitthvað funny mission. Fyllir í með ömmu, frænda, vina, þín